náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Topp Þorgríms stoltur styrktaraðili þvottahússins. Gaman að vera komin aftur í gamla stóli minn, Davíð. Já. Ég ætla að byrja á því að segja auðvitað Inga Guðrún Halldórsdóttir, velkomin í þvottahúsið. Takk fyrir. Velkomin. Og ég ætla að segja Davíð Víum, velkomin aftur í þvottahúsið. Takk fyrir. Tvíeldur. Eftir erfið veikindi. Já, þetta tók á, allavega andlega. Það getur að koma alveg hreinn hérna út, er það ekki? Jú, algjörlega sko. Herðu, þú ert komin hérna í þvottahúsið. Ég skrifaði hérna hjá mér í þessu handriti hérna. Þetta er bara mín orð. Ofurbloggari. Jú, má vel að segja það. Félagsliði. Já. Og tækniteiknari. Já. Þannig að þú ert bara svona venjuleg kona. Já. Bara Íslendingur. Já. Venjulegur Íslendingur. Íslenskona. Og svo tek ég af blogginniðinu. Þú skrifar sko sjá, þú segir hérna þú eigir erfitt með að horfa upp á lygar og ranglæti og best fyrir réttlæti og út á móti spillingu og þú best á móti spillingu og ranglæti eins og á fínu færi. Já. Ekki rétt? Jú. Og bloggið var svona meðal annars nota til þess af því að maður hafði kannski ekki önnur færi. Hvenær byrjaði það á þessu bloggi? Sko, ég bloggaði einhvern tímann, ég stofnaði þetta blogg 2012 held ég. Já, ok. Og var bara svona ætlað alltaf að fara að gera eitthvað, en svo bara var það einhvern veginn ekkert úr því. Svo langaði mér nú aðeins að gera blogg. Mér langaði að gera, gerði held ég, söguendurasönguna miklu, sem er The Great Reset. Okay. Á þessum tíma þá? Ég núna bara í fyrra, hvenær var það? Já, í fyrra, 2021. Vorið, þá ákvað ég að búa til svona einhver blogg sem að maður geti svona pakka svolítið saman efni. Í hverju varstu búin að vera að blogga áður fyrir það? Það var bara eitthvað svona, ég man ekki, það var svona bara einhverja spekulásjónir, bara það sem ég datt í hug. Bara svona einhverja heimspekilegar vangaveltur? Já, bara svona, dagbók. Það sem að ég var bara svona að hugsa, það var bara lítið, ég held ég að vera búin að gera eitthvað 3 blogg. Og svo ákvaði ég að gera þetta, sem sagt að gera þarna eitt, en svona, ég var ekkert alveg að sjá það fyrir mér, ég fara að blogga eitthvað mikið. En sko, ykkur að segja, þá kannski að góða við að gera blogg var það að efni sem að ég var að setja í bloggið, það var bara tekið niður á Facebook. Tekið af? Já, og jafnvel, ef ég var að deila því undir fréttir, sem var að blogga undir, eða sem sagt, komið kommentur til fréttir og setti það þar. Já. Og þá var það jafnvel tekið niður á YouTube. Af YouTube? Já, altså þú deilir YouTube myndbandi. Já. Þannig að það er ekki bara tekið af Facebook til dæmis, heldur líka af YouTube. Já. Já, ok. En hvers konar efni, hvað erum við að tala um? Þá var það bara þetta er ekki dýraklám eða eitthvað svoleiðis, ég meina. Nei, þetta var bara læknar og sérfræðingar og bara virt fólk sem er búið að vera lengi að gera YouTube myndbönd. Já. Bara mjög áreiðanlegt og ábyggilegt fólk og Sérst vísindamenn að tala þá á móti. Já, bara benda á svona aðrar hliðar á þessu máli. Hvernig var þetta að nálgast þetta mál á annan hátt heldur en kannski narróið og hefur verið í gangi alveg bara svona einstefna og bara ekki mátti ræða neitt út fyrir það. Og það náttúrulega var svo mikið hræðsla sem var hengt út til almennings, þannig að það var bara eins og að vera orðið hættulegt að benda á eitthvað annað, þú veist, það var svolítið látið líta þannig út, en allavega, sko, þá byrjaði ég á því að gera þetta endurasönguna miklu og ég rakti söguna frá því bara, alveg, þú veist, hún gerði samningin International Health Regulation og allt þetta bara sem að hún rakti mjög vel allt saman hún Guðrún Bergmann. Þannig ég ætla ekki að vera að fara út í það, en svo það sem gerist þetta að ég held ég að vera búin að gera eitthvað 2-3 blogg að þá lokar Facebook á mig í mánuð. Já, en varstu þá búin að vera birta þessi blogg á Facebook?
Já, það hefði ekkert með bloggið að gera. Nei. Það var Nei. bara því ég var að deila efni á Facebook sem Já. að Zuckerberg var ekki hrifin af eða hver það Talvan. Talvan, það er eitthvað Þetta pikka át orð og alls konar. Það svo. er Já, eitthvað, það er eitthvað fórið eitthvað sem prógram. leitar uppi, Mhm. sko, Mhm. fact-check eða eitthvað og, sem þeir eru með. þannig að þið lokuð á því í mánuð. Já, og þá hugsaði ég bara, Þegar já, þið Það er ekki loka bara svona á þægilegt. mann, gefa þið svona einhverja skýringar á Já, því. já. sem sagt já, að það sem ég hafi sett inn hafi verið gegn þeirra community standard sem er, samfélags Samfélagslega Viðmið, ábyrgð og viðmið, já. já. Ok. Og sem sagt það sem að gerðist er það að ég, svona ykkur að segja, sem sagt 2020 þá var ég bara að lági yfir efni og ég var bara komið með svo opbóðslega mikið efni hérna inn og bara, sem að var efni sem hafi verið tekið niður, meira og minna. Og það tók svolítið tíma frá því að var tekið niður þangað til að aðri miðlar opnu, eins og til dæmis BitChute og Rumbler og sem eru með myndbönd. Eru með þessi myndbönd sem voru áður á YouTube. En það er sko alls konar hafsjóra efni Já. sem þú tekur og finnur og er tekið niður. Já, En hvernig getur greint á milli á þessu efni, bara alveg svo með venjulega fjölmiðla, hvort þetta efni er rétt eða rátt? Legit. Já, Já, að ég hef verið að skoða þetta efni og ég hef farið, lesið bloggi á þér og fleirum og ég hef skoðað síðunar hjá þessum VF eða HF World, The Great Reset Já. gengið já, Festa. og Festa og allt þetta skilur svo hef ég líka skoðað hitt þetta sem hafa verið tekið niður og ég get ekki, ég hlusta á okkur vísindamann og hann er með titil og ég hlusta á þennan og annað en ég get ekki séð hvað jú ok, þetta er Svo ég hlustar á skil- Þórólf, hann er líka með svo hlusta ég á Þóról og hvernig getur ekki að greina minna hvað er rétt og ránt skilur, hvað er fals og hvað er ekki fals sko þetta mál er eiginlega þríþætti það ekki. Þetta er sem sagt, þetta heilsufarslega, svo er þetta stjórnafarslega og svo er þetta efnahagslega. Þetta er svolítið svona, þetta kemur svona víða við og ég hafði ákveðin grunn í þessu máli að því leitum til að ég var búin að skoða svolítið Agenda 21, UN Agenda 21 sem er hvað? sem að er tengi, þetta er mjög líkt og The Great Reset sko UN Agenda 21 ég var búin að kynnast því svolítið og reyndar öðru líka og það var það að fyrir nokkrum árum þá rekst ég á myndband á YouTube með konu sem heitir Charlotte Itzebit og hún vann hjá bandaríska menntamálaráðuneytinu mjög klár kona, hún skrifaði bók ég man ekki alveg hvað hún heitir eitthvað bókin heitir eitthvað í samt Dump the USA eða það hefði eitthvað með samfélagið sem sagt að dumpa samfélaginu hún skrifar þessa bók þessi kona Dömpaði í þeirri mynd sem það hefur verið og hún var að vinna þarna hjá menntamálaráðuneytinu hún kemst, eða bæði er á fundum þar sem hún heyrir ýmislegt sem henni fannst mjög einkennilegt og var ekki mjög hrifin af og svona sá að væri verið að innlega svona skipuleggja innlega ákveðna hnignun í svona siðferðislega hnignun og innlega jáfnvel innan menntamálaráðuneytis já, inn í menntakerfið okay. og hún sem sagt kemst í ýmis gögn og skýrslur sem að tengjast þessu máli sem við erum að fara í gegnum Hvað var hún að sjá, manstu það? Það var til dæmis þessa áætlanir eins og Rockefeller Lockstep til dæmis áætlanir Rockefeller fannst þessu þannig ég var búin að aðeins að kynnast þessu og svo var annar kona sem heitir Rose Carroll hún var að tala um Agenda 2130 og þetta er áætlun sem er til í skýrslum sem var gerð af Sameinuðu þjóðunum og þessi skýrsla sem sagt þetta er áætlunum þetta New World Order í rauninni og svona total control yfir öllu, yfir rafmagni yfir fréttum bara yfir öllu það er bara total control ég gerði eitt blogg þetta, það er mjög gott að tekið þetta allt fyrir það sem að ég segi í blogginu að ríkisstjórnin sé raunin að vinna að innleiðingu þessa UN
Agenda 21. Við erum í rauninni að tala um í rauninni bara stjórna, eins og þú segir öllum, Já, líka svona tala um alveg iðnað stjórn. og stjórna í rauninni Já. markaðnum, Efnahaginum, eftirspurninni. En þetta ekki bara það sem þeir hafa alltaf verið að reyna að gera? Það að enga framtæki taki yfir skildur eins og opinbera. Ég er að segja Það er að segja kapitalíski Sko, núna eiginlega í þessu finnst mér eiginlega sko kapitalismin og ríki komið í eina sæng. Einmitt. Þetta er ekki lengur, Þetta er ekki aðskilið, lengur. Nei. Í þessari Það var það kannski einhver tíman, ég veit það ekki, en hefur rauninni örglega ekki verið það samt sem áður. Það hefur fjúsað á einhverjum stöðum, en núna erum við einmitt komnir í það, þetta bara er í sömu sæng, sko. Já, sko, hérna, hvað kallar nú fyrir gleimin, hérna, sem sagt, það eru þessi sem að settu Sameinuðu þjóðirnar á eftir síðari heimsstyrjöld. Þá eru Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar og VÚ, Alþjóðar heilbrigðismálastofnun. Og þið sjáu að logoið er mjög líkt hjá þeim báðum og hérna það voru hérna svona grúpa ríkumönnum sem stofnaði þetta. Og þeir, sem sagt, þessi áætlun verður til, hérna, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvenær þessi áætlun Agenda 21 verður til, en sko þetta plan sem er að renna svolítið uppfyllingu núna, þetta er margra áratuga áætlun. En hvernig vitum við að ásetningurinn er, sko, ásetningurinn gæti verið að græða, skilurðu, og auka hluthafa, ef svo má segja, en getur ekki verið að það sé, að ég er búin að lesa þessar síður og það er verið að tala um auka sjálfbærni og Save the Planet og þetta er ekki verið að tala um neina grísjun og mannkynur en eitt svoleiðis þarna. Ég skil að það myndi ekki koma hana fram, en er ekki hægt að lesa út úr þessu að þeir séu kannski raunverulega að reyna að stuðla betri framtíð? Skilvirkara samfélagi. Sko, það er það sem að lesa út úr þessum gögnum allavega, ef ég er hérna þeim megin á internetinu að skoða, sko. Já, sko meiri hlutin af því sem að er inn í þessu lítur mjög vel út. Já. En það er þetta litla sem er hættulegt, veist. Okay. Og hérna Við erum í rauninni að tala um ásetningin. Já, sko ásetningurinn er að ná heimsbyggðinu undir vald lítillara stjórnar ríks fólks sem stjórnar öllu. En hvernig lesum við það út úr þessu? Hvernig komustu að þeirri niðurstu? Nú spyr ég bara, ég veit ekki betur skilur. Hérna, ég veit ekki af hverju það alveg stólu úr mér hérna hvað heita sem að störtu þessu. Jæja, sko það er náttúrulega bara það sem er í skýrslunum og svo líka ég var bara að kíkja inn á til dæmis World Economy Forum í dag af því að ég vissi svona, við vorum aðeins að koma inn á það og það er þetta sko digital hérna tækni, sko það á að koma á einni mynd sko það sem að ég byggi á er hlutir sem ég hef heyrt ekki um tíðina, til dæmis sá ég viðtal við George Soros stutt eftir hrun og þá sagði hann að það væri svona best að vera bara með alheims gjaldmiðil en vandamáli við að geta komið því á væru fjárhagslega sterkar þjóðir og það er verið að leysa það vandamál núna. Já, það er verið að veikja efnahagskerfið. Já, það lítur þannig út. Já, það lítur þannig út að það sé verið að veikja efnahagskerfið og þetta eru líka sérfræðingar að segja sem hafa verið að vinna fyrir ríkisstjórnir og í efnahagsgeiranum og eru mjög vel inni í þessum málum bara óbreytt fólk, þú veist, hefur engar hagsmuna að gæta og það er að benda á það að takmarkið er að endurreisa hagkerfið og það verður þetta efnahagslega reset, þess að financial reset, það er hluti af the great reset og þú veist, ef þú ferðin á the great reset eða World Economy Forum og sér þetta hérna COVID-19 the great reset og þá getur þú séð hvað þetta fjallar allt það er alveg svona að koma allir atriði fram. En getur ekki verið í þessu plani, skilur, sem er áratuga og búið að vera í vinslu lengi að COVID-19 að það sé bara tilviljun að það hitti þannig á akkurat inn í þetta og þeir sjáu það eðlilega sem einhvers konar heimsfaraldur sem við þurfum að takast á við sem tækifæri til þess að keyra á. Því Guðrún Bergmann, hún vildi meina að væri að ræða manngerða veiru sem í rauninni væri efnavopn og hefði verið bara
bara systematíst sett af stað sem hluti af þessu Sko, sem plani. hluti ég af- veit ekki hvort að hún var búin að segja ykkur frá þessu event 201. Jú, ég skoðaði það líka. Já, það var haldið 2019. Það var aldrei rætt neitt til að byggja upp heilsu á þeirri ráðstofn. Það var bara talað aðgerði, hvernig fréttamiðlar þetta bregðast við, hvernig svona þetta aðgerðarlega séð. Og svo líka annað til sem heitir Lockstep áætlun. Já, ég hef ekki lesið það. Í Og hvað það felst í henni? Rockefeller Foundation. Rockefeller Já. tók við heilbrigðismálum í byrjun upp úr 1900, fljótlega upp úr 1900, þá tekur hann við heilbrigðismálum og hann hefur staðið fyrir, haldið utanum allt sem hefur með lýðheilsu að gera og til dæmis lyfjastofnun og allt í Bandaríkjunum. Og Lockstep áætlunin, hún lýsir alveg svona aðgerðum að landamælum. Þetta er rosalega mikið í stíl svona totalitarian, sko allræðis tilburða og svona allræðis hyggju. Það er bara, og lest, sko ég er með þetta inn á, ef þú lest saga Endurhæfingarinnar miklu sem ég gerir bloggið þar er linkur á þetta, þar kemur þetta. Já, ég las bloggið sko, en ég gæti ekki farið, ég hafði ekki bara, ég var til 2 að fara yfir allt sko. Það ég næ ekki alveg að fara, sko, það er eitt, það eru þarna þessi hópur sem stofnar þarna þetta og svo er þetta sko, svo er bara það sem maður er að sjá er það að þessi ráðamenn hérna í kringum okkur og Íslandi er að hittast og þegar þið hittast þá er þetta bara eins og þeir séu bara, hvað segir þið, veist, bara vinirnir að hittast. En er þetta ekki bara vinnufélagar? Það er eiginlega þetta virka þannig. Já, ég minna, eru þeir það ekki? Já, þeir eru það að þeir eru að vinna, sem sagt, ég myndi segja vinnufélagar, er það að vinna hjá sama fyrirtækinu eða eru þið að vinna í sama geir og hittist þannig slægið en þú ert að vinna hjá þínu fyrirtæki. Já, ég skil. Þetta er svolítið fílingurinn eins og þessu er bara að vinna hjá sama fyrirtæki. Já, þess að það sé svona eitthvað svona klúbbstemning. Já, og það er bara, það er komið fyrir fram að myndamælina með grímu og svo leið á myndalinn farin og þá er bara tekinn gríman og bara skál, þú veist. Já, það er náttúrulega svolítið spes. En sko, í þessu samhengi, þá langar mér kannski svona, mér langar að fara aftur aðeins í endurhæfinguna miklu, það er kannski forsendur hennar. Ég fór svona aðeins að sjá þetta með öðru vinkli núna í gær og í dag. Ég er ekkert að segja hans ég réttur eða ekki, við getum kíkt á það eftir, en hvað var það í rauninni Festa og Davos? Já. Ef við byrjum á Festa, sko, þú talar um það í þínu bloggi, sko, þú talar um Festa sem fyrirtæki. Þú veist nú kannski meir þetta en ég, Davíð. Festa, erum við að tala um fyrirtæki eða er þetta einhvers konar félagsamtök? Þetta er bæði. Því á heimasíðunni þeirra, sem er mjög flott og vel uppsett heimasíða, það er að tala um þetta sem miðstöð samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Mér finnst það hljóma geggja vel. Já, þetta hljómar alveg fýlist. Mikið á flottum ráðstefnum og allt í gangi. Sko, þeir eru náttúrulega að vinna heimsmarkmiðunum, eins og ég segi. Og ég líka að lesa um þessi heimsmarkmið sem og það er ósað mikið í kerfinu hjá bönkumannum sem miðar að því að ná þessum uppfylla þessi heimsmarkmið. Já, hvað er Festa? Hvað er þetta? Er þetta trúarsöfnu eða? Ég held að, nei, þú sér hver er tala hver á bakvið, það eru fjármálaöflin og annað er á bakvið. Er þetta hagsmunasamtök? Með þess að ég lesi, þá myndi ég ekki skilgjana að Festu þannig, ég sé ekki hvernig það tengist inn í, sko. Sko, ég veit allavega að það er fullt af fyrirtækjum sem er inn í þessu og þetta er svona, virðist vera gæðastimpill og þú sérð, þú veist, þetta heimsmarkmiðamerki, þú sérð þá allavega þessar ráðamennir, völdeikunum við fórum þeir allir með þetta heimsmarkmiðamerki, þetta tengist þessu Great Reset. Sko, ok, nú, sko, bara út frá eins og trúalegu, veist að Lúsifer kemur í ljósengilsmynd. Hann kemur ekkert með horn og hala, hann nærðir ekkert þannig. Þú vilt meina við séum að horfa á ljósengilsmynd. En inn í þessari ljósengilsmynd er hulin gildra og veist að það verið að hver er gildran? Það er það við förum undir þetta totalitarian og svona efnahagskerfi sem að er, veist, bara kveikt og slögt á kortunniðinu bara eftir hvort þú hægir þér vel. Já. Og það er verið að taka, veist, þau sögðu það, sko, það er svolítið til sem heitir problem, reaction, solution. Já. Og þetta er svona kerfi sem eða svona aðferð sem notuð að
þeir eru með solution á tekniborinu. Þeir henda út vandamálinu, Já. býða eftir viðbröðum frá almenningi sem er ákall eftir lausninni og þá kemur þetta tækifæri til að koma með lausnina. Já, og samhliða því þá eru aðgerðir sem snúa að því að hefta, losa, Já, hefta, losa, já. herða meira. Svo þeir losa, sko. Þetta er svona að losa er aldrei alveg tilbaka. Nei, nákvæmlega, þetta er svona eins og út að brýna samúræsverð bara. En ég með þeir gerðu það samt í fyrra, skilur, þá var öllu aflétt svo maður segja, skilur. Ekki alveg svona, en ok, og svo kemur bara eitthvað, brjálækir í faraldrinum og eitthvað, við þurfum að herða aftur og svoleiði sem maður kannski sá ekki fyrir, sko. En það er ekkit endilega bara verið að tala um það, ég get eitthvað að labba upp í matvöllin á þess að vera með grím og komast upp með það, sko. Það er verið að tala líka um svo stóru hluti, hvað var það rauninni bólusetningar og mögulega bólusetningar skildu, bólusetningar passa. Og ég sem óbólusettur, hvort ég sé bara búin að fá eina sprautu, komist til Danmörkur, veist, bara heldur áfram að skima og heldur þeir slökuðu ekki alveg tilbaka. Nei, þannig að það verið að tala kannski líka um þessar stóru hluti, þetta hitt sé bara ekki neitt í því samhengi. Sko það er alltaf verið að halda í, alltaf verið að minna á og það var haldið áfram grímur á hjúkrunarheimilum og takmarkanir í gestum og veist, það var allstaðar einhver staðar, það var alltaf einhver staðar. En er það ekki bara prótokól í þessu ástandi, skilur við, heimsfaraldri, sem maður segja, skilur við? Sko ég... eins og þetta er... Ok, ég ætla að segja ykkur hvernig þetta kom mér fyrir sjónir í byrjun. Ég byrjaði á að, það er einhver veira og svona keypti þessa hugmynd. Og ég hef vunnið á hjúkrunarheimili og ég reyndar, fór í smá skóla í Danmörku einu sinni í sambandi hótel og restaurant og innan matvæla innan, svo þá tók ég smá prófi í sambandi við sýkla og veirufræ og sem að bara í sambandi við sýkla í það má ekki komast í matvæli og svo leis, getur verið mjög alvarlegt mál og þá lærði ég það að veira var í 1000 sinnum minni en baktería og við tókum sýni og svona, þannig að tókum og ræktuðum og ég vissi hvað þetta er lítið, og þegar ég sá þetta með grímurnar að þá svona, já, ég er ekki alveg að kaupa þetta, veirur eru svo litlar, það fara bara í gegnum þetta, ég sá það strax og svo vitum við bara það, þegar þú tekur bara, þú stendur út í frosti með gríma, það bara, þetta fer út allt, þetta er ekkit hugsa til að koma í veg fyrir og ég er búin að vinna á hjúkrunarheimili, ég er búin að vinna með veikasta fólkinu, aldrei hefur verið notað gríma. Nei, en hafa grímurnar ekki verið nefndar í samhengi við alls svona dropasmitt? Jú, nei, ekki dropasmitt, heldur til að koma í veg fyrir bara að, í skurðaðgerðum. Já, en ég meina í þessu samhengi. Já, en það er bara eitthvað hnerrir eða... Já, þeir eru mann aldrei svirfara. Já, en talandi grímur, svo skiltir þið, ég er alltaf með einhverja gamla einnota gríma sem er alltaf í einu orðin 40-föld notkun, algjörlega krumpuð. En það er svo og svo líka sprittið, omnotkun á spritti er ekki góð. Hún veikir ónæmiskerfið og það var líka svona hugsun sem kom í huguna mér. Hvar eru hættulegustu bakteríurnar? Það eru skurðstofum þar sem allt er dauðhreinsa. Að dauðhreinsa svona umhverfið er ekki gott. Nei, skil. Og við sérstakar aðstæður þarf alltaf að nota þetta, en svo var það líka Barrington Decoration, það sem 55.000, það voru reyndar orðnir meira, 60-70.000 læknar og lýðheilsuvísindamenn og heilbrigðisstarfsmenn sem að skrifuð undir beiðni til yfirvalda að fara ekki í þessar aðgerðir og þetta fólk hefði aldrei skrifað undir slíkt ef það væri þannig hætta á ferðum. Þeir sögðu að þeir teldu þetta vera valda meiri skaða heldur en gera gagn og í rauninni bara óþarft. En þetta náttúrulega kemst ekki til skila. En það er náttúrulega bara allt náttúrulega við vitum hvernig það er. Það er búið að vera þessi ritskoðun og reyndar var þetta aðeins talað um þetta, Sigríður Andersen held ég ræddi þetta aðeins, hún var í viðtali við einhverja sem voru í þessu átaki, en ég meina það segir okkur mikið. En hefur ekki ritskoðun og fjölmiðla sem sagt því sem stýrt hvað er birta alltaf verið til staðar í einhverju mynd? Það sem að mér finnst
sko við þetta allt saman sem að maður er búin að sjá í dag að þetta hefur bara fengið mann svona til að endurskoða bara allt upp á nýtt. Já, ég sé það sem er jákvætt, fólk er að endurskoða, það er að hugsa og það er að spekulera. Maður er svona að vakna upp við einhvern veruleika. Og ég skil það er svo margt sem að vekur upp spurningar og er skrítið og maður skilur ekki og annað sem maður skilur og maður fyrir að horfa og rýna í hlutina og pæla meir í stórfyrirtækjum og hvati og hverjir eru á bakvið til dæmis það greitir í stætt fyrirtæki vel unnarar þessara stofnunar. Eignarhald félagana. Og eignarhald og fyrir hvað þau standa þessi fyrirtæki og hvernig þau koma fram við starfsmenn og svo framvegis. Okkur eru þeirra á bakvið non-profit samtök sem að vilja koma á sjálfbærni og bættri plánetu, ég veit það ekki. En hvernig er alltaf þetta að finna sko að því að við skoðum þessu, já þetta lítur svo vel, svo fyrir að skoða, já ok, það er kannski eitthvað hana. En hvernig getur bara fólk almennt og það er náttúrulega alls konar fullt af fólki sem talar þetta, það greitir sett og fleira, en hvernig, og ég tel mér nú vera ágætlega gefin og skoða hlutina vel, ég get ekki séð samsærið alltaf sko í þessu og með COVID og allt, ég næ ekki, ég kemst ekki, þú skilur hvað ég meina. Þú neitar að draga ályktanir. Já, mér finnst fólk draga ályktanir út frá og gefa sér og svo já og svo býrða og svo vindur það upp og svo þetta verður eitthvað svona þráhyggja. Já, sko það er eitt í þessu sem að menn hattrannar hlínun og völdekunum á fórum og norðurslóðir. Allt samsæri, skilur við, nei, hérna. Það er 8 áraður hattrannar hlínun. Og svona ykkur að segja að þá er, sko, ég sá myndband í byrjun þessa, það er búið að taka niður, það var mjög gott myndband. Þar kom fram þetta, það var í samt Agenda 21 og þetta var eldra myndband, þetta var frá 2016 og þar var Bill Gates að tala fólkun, það þyrfti að fækka jarðarbúum og það er þessi 8 áráður hnattræna hlýnun er notað til réttlætingar á því að það þurfa að fækka jarðarbúum. Að hverju manni, þetta er ekonomíafórum, þetta er völda ekonomíafórum, að hverju manneski fylgi og mikið rusl. Það er rétt. Og það valdi mengun. En það er hluti af þessu great reset. Það er einmitt neyslan og við erum bara hrikaleg út í það farið bara við fjöldin, við mengun rosa mikið, við notum rosa mikið, við konsumum. Það er líka mikið stóru fyrirtæki sem hefur verið að tala hérna þau eru að menga. Já, þetta skýtur svo skokku við, sko. En það lendir alltaf á einstaklingum. Þú fer í Costco og þú verslar alveg fullt af vörum, þetta er allt í einhverju plasti og eitthvað, okkur farði ekki hveiti bara í sekkjum eins og við fengum þau í gamla dag. Það er örgulega hægt í einhverju snoppu á lögveginum, sko, það kostar bara 4 meira. En við megum ekki nota plast, það er alltaf verið að láta einstaklingin taka allt á sig. Já, þetta er enda mjög góð punktur. Og meðal annars í þessu máli að nú á einstaklingun taka vandamáli á sig út af því að ríkisstjórnin hefur ekki staðis í rekstri spítala. Og það er þetta sjónamið en það er bara þetta með 8 ára með náttúrulega hlýnun. Þetta er kenning. Þetta er ekki sannað. Þetta er bara kenning að eitthvað geti gerst, alveg eins og þetta með veiruna að hún geti gert eitthvað. En þeir eru að mæla svona meðalhita og sjávarhæð og annað. Bránandi jökla og allt það. Reyndar sko jökullin sem að Katrín Jóð og fleiri fóru og tóku mynd af hann var miklu minni 1950. Það er alltaf sveiflur og málið kenningin þetta með náttúrulega hlýnun sko kom upp 1800 eitthvað í upphafi og það voru einhverju aðlar sem voru með þessa kenningu og síðan svona datt hún aðeins niður en síðan var það NASA sem hefur haldið þessu lofti síðan. Út frá ósónlagspælingum einhverjum eða? Já, bara þeir eru bara með og þeir eru með ýmislegt kannski eitthvað gott og svona en það er nú margt sérstakt með NASA sem hefur verið að koma fram í þessu spekulasjónum sem við erum búin að vera í og það var til dæmis það voru aðilar sem fóru eftir síðara heimstyrjöld að vinna hjá NASA og reyndar hjá alþjóðastofnunum líka og vísindamenn sem hefðu verið að vinna fyrir nasista fóru að vinna fyrir NASA og það er skýrsla líka sem er til ég með hann í einhverju blogginu mínu sem hefur með þessa hluti sem er að gerast í dag
sem að NASA gaf út. Svo hvað var það umhverfismál? Þessar áætlunir sem Já, er í já. gangi Já. og sem eru óskemmtilegar og sko eins og þetta blasir við mér. Ég er ætla ekkert að segja ég hafi rétt fyrir mér. Nei. Og ég ætla að segja líka allt mitt blogg, það er bara að koma upplýsingum að framfæri, fólk getur skoðað til að mynda sína eigin skoðan og ég skrifa það í blogginu mínu. Já, ég rak auðvitað það líka. Að já, skiljum mér rétt Já. til að hafa röngustanda, þetta er bara það sem Og þú byggðir mér þess að fólk ekki trúa þér sko, nánast. Bara leitið sjálf, ekki trúa neinum. Við erum bara komin á þann stað að við þurfum að fara að bera ábyrgð okkur. Við getum ekki stóla á neitt blind. En það sem að, eins og ég sagði ykkur, þú veist, það sem ég byggi mína svona, það sem ályktun á á hlutum sem ég er búin að sjá í gegnum tíðina. Það er ekki bara eitthvað sem ég sá í gær. Og innsæi hlýtur að vera. Já, og svona dómgreind og innsæi. Og svo er það eitt að það var kannski það fyrsta sem ég sá sem að mér fannst svona mjög athugavert, að það var viðtal við Bill Gates. Ég er komin hérna alveg sko, þú veist, ég er alveg búin að komin alla leið eins og Guðrún gerði líka. En hérna, það var viðtal við Bill Gates. Þar sem að hann sagði, hvort það var í apríl, það var alltaf mjög snemma í þessu, að það ætti að bólusetta alla jarðarbúa og það ætti að tengja við bóluefnapassa. Og ég vissi þá, eða var búin að... Í hvað samhengi var hann að tala um þetta? Manstu það? Það var bara að tala um það var svo ægileg vera, við myndum vilja... Já, var þetta á COVID-tímum fyrir ekki? Já, ok. Þetta var bara í byrjun. Þetta er svona fyrir árið síðan rúmi. Og við myndum vilja vita það hverju var í bólusettur og hverju ekki. Við myndum ekki vilja vera inn í búið með einhverjum og vissum ekki hvort hann var í bólusettur og eitthvað svona. En máli, ég vissi það þá, af því að ég hafði rekið augun í það, held ég, hvort það var 2017, að hann hefði áskilja, eða sérst, tryggt sér einkaréttin á microchips hjá Microsoft. Og ég rak mig líka á efni sem að snýra þessu sem heitir ID 2020 sem að sem sagt, sko, mín tilfinning svo og það eru fleiri sem tala um það að bóluefnapassin í rauninu bara byrjunin á microchips. Það er bara eitt skref í áttina að því. Þeir eru fættir að bjóða upp á þetta í Svíþjóð sko. Já, og það er þetta ID 2020 og það er reikningur til sem að skráður á Microsoft sem að heitir að minnir allavega 2020 060606. Nei, þetta er ekki bara... Hvort er í A í endan, ég er búin að sjá hennan reikning. En er þetta ekki bara liður í þróun mannsins eins og þetta hefur þróast, tækniöldin og allt það? Ég skilur, akkur ætti einhverju eldgamli kallar að vera Bill Gates, hann er 70 eitthvað, ég skil ekki, ég skil hvaðinnar og þeir, það er peningar og völd keyra það áfram, en hann skilur, þetta er svo, mér finnst þetta svo... Sko, sjáum við í stríði, þá eru menn að reyna að ná sér í landsvæði, þeir vilja eitthvað landsvæði. Þeir vilja eigna sér eitthvað land. Sumir vilja bara plánutur. Kannski. Sumir vilja bara meira. Bara hvað með meira af hverju, bara hverju sem er. En það eins og ég held kannski þú skilir ekki græki, þú ert ekki gráður sko. Nei. Ég er ekki gráður, já. Nei, ég trú... Og við höfum erfitt með að skilja þetta og bara fatta af hverju fólk er bara yfir höfuð með svona hugmyndir. En það breytir því ekki að það geti einhverju verið með svona hugmyndir. Að sjálfsögðu, ég skil það og við verðum að vera á varbergi og það þarf að skoða hlutina með gagnrýnum augum. Og það eru skýrslur og það er það sem er málið, það er það sem ég hef verið að horfa á. Það eru skýrslur og þetta er ekki bara skýrslur sem ég er að sjá eftir að COVID kom. Þetta eru skýrslur og það er búið að vera vitna í þetta og það var myndbandinu sem ég sá, sem var frá 2016, að það var lesið í skýrslunni, Agenda 21, UN Agenda 21. Og hún, Rose Carroll, er búin að gera mörg myndböndum þetta, mjög klár, hún er sérhæfði sig í þessu. Þannig þú vilt ekki meina að COVID sé að mannavöldum, heldur að það sé tilvílun að það komi upp núna og þetta sé svona einhvern veginn fléttist inn í the Great Reset? Ég, svona í þessu ferli mínu allavega, að þá hef ég getað samsynnt mig mjög vel við Dr. Rainer Fúlimis, sem er þýskur lögfræðingur, sem fer fyrir lögfræði teymi, og hann er bæði með réttindi í Kanada og í Bandaríkjunum, búin að starfa í 26 ár og hann hefur unnið stórmál gegn bank, hvað heitir það, Deutsche Bank til dæmis
hann hefur verið að vinna fyrir fyrirtæki gegn þessum stóru fyrirtækjum og hann þekkir mjög vel þetta landslag í viðskiptum við það og svona hvernig þeir starfa og hver hans sýn á þessu öllu saman? Sko, ég heyrði viðtal við hann í 2020 og það var á YouTube og það var búið að fá alveg mörg þúsund áhorf. Því þú heyrir þetta viðtal hvergi annars staðar? Nei, þá er það tekið niður. Já, ég er að segja það. Þú ert ekki að heyra þetta í fréttatímum minni. Nei, ég sá viðtalið við hann og síðan var það komið yfir á BitChute og þar. Þannig að ég hvað er hann að segja í þessu viðtali? Hann segir það að hann hafi haft samband við þann sem að stoppaði þetta með svínaflensusbreytuna. Já. Að hann hafi sett sig í samband við hann og hann hefði líka skoðað þetta með PCR-prófin. Ok. Altså hvað, allt þetta með snúningshraðan og allt þetta, eða engalefið á því eða? Já, nei, bara PCR-prófin. Bara, hann vil meina það að PCR-prófin sé notuð til að keyra áfram 8 ára árin. Já, að þeim sem í rauninni bara stýrð, þetta er bara fixed model. Já, þau séu notuð bara í þeim tilgangi. Að þau séu þá ekki að virka eða? Já, þau séu að, já, það sko, Who gaf út skýrslu desember 2020 sem að ég ljósvitaði eða hlóð niður og prenta út. Þar sem að þeir sögðu það að prófin var í ófærum að greina veirur, eða segja til það vegna fjölda falskra jákvæðna niðurstaða og eitthvað neikvæðum líka en aðalega jákvæðra að þá gætu þau ekki sjúkdómsgreitt fólk. Það væri ekki hægt að stóla á niðurstöðina. Það yrði að styðjast við einkenni. Og þannig að, þú veist, með öðrum orðum, við getum ekki stóla á niðurstöðina. Og þetta kemur fram og ég fór svona að leita á hverju þeir hefði byggt þetta. Ég sá að þetta hefði verið tekið niður, þetta var reynda til annars þar, en ég fór að skoða svona á hverju þeir hefði byggt þessa kenningu, þessa fullyrðingu og það sem ég sá að það voru rannsóknir sem hefði verið gerðar á niðurstöðum prófana. Og það bara kom í ljós að það voru að greina allt annað. Já, bara aðrar flensur. Já, bara önnur veikindi og bara, já. Og svo var þessi austuríski alþingismaður sem gerði próf á kóki og fekk jákvæða niðurstöðu og síðan var það Afríku forseti Tanzania. Hann gerði próf á apríkósu og það kom jákvæða niðurstöða. Og sko þessi próf eru bara ekki alveg nógu áræðanleg og þeir segja ekki alveg til hvað og þetta allt svo mikið á reiki. Og hvað með, þið hefur líka heyrt af þegar að hún Margrét Friðriksdóttir byrjar á því að hún fer að fara í PCR-línuna hún hættir við fekk jákvætt samt. Nei, en fekk neikvæða niðurstöðu. Já, ég hef líka heyrt eitt sem að fekk jákvæð. Já, eftir að hafa snúið við í röðin og ekki farið inn. Já. Það var rosa athyglisvert. Og því fólk fór einmitt að reyna þetta og ég var reyndar ekki búin að heyra af því að það fengi jákvæða niðurstöðu en sem í rauninni segir mér að mögulega er fjölda greindra tilfella í rauninni bara stýrt. Já. Og í rauninni mælt hvað sem og mögulega þá einhver COVID tilfelli. Já. Í bland við önnur tilfelli eða bara hvað er það fyrirmæli til stjórnvalda að gera það? Ég meina það, þú hlýtur þá bara að elta snúruna hvert fyrir nettengingin skilur og svo verður að elta signalið hvað endar þetta drast? Nei, það eru náttúrulega það hlýtur eitthvað að vera með það hlýtur eitthvað að sitja ykkur staðar í alvörinni ég meina þetta ekki bara eitthvað ég hef séð próf sem að hafa bara verið fyrirfram ákveð hvað þeir væru. Já. Ég sé það, það ýmislegt, en allavega, ég veit það að Dr. Einar, hann vinnur mjög vandaða vinnu og hann er búin að tala við 150 sérfræðinga. Sko, því ég heyri í honum í upphafi, þá er hann að velta vöngum sem PCR-prófið og hann vildi kanna það hversu hættuleg raunverulega þessi veira, hversu áreiðanleg eru PCR-prófin og hverjar eru afleiðingarnar af þessum aðgerðum
á heilsu fólks og efnahæn eða sem sagt á samfélagið og þetta það sem hann fór á stað í leit af svörum við þegar hann fór í þessa rannsóknarvinnu og það var talað við 150 sérfræðinga, það var talað við Robert Malone til dæmis sem var einn af þeim sem að fann upp mRNA-bóluefnið. Hann talaði nú bara bóluefnin, bólusetningar barna fyrst og fremst það ekki. Ég hlusta á þetta bara mjög almennt allavega Joe Rogan sko. Hann fór ekkert inn á aðra önnur aspekt í heimsvarald, í COVID-inu sko. Hann var reyndar komin aðeins fyrir að ræða þetta heldur en áður en hann fór að tala barna en hann hefur svona gefið í þegar kom að því og svo náttúrulega Mike Yeildon sem var aðstofforstjóri Pfizer og hann fór yfir öll lyf áður en fengum leyfi hann er mjög nákvæmur maður og svona elskulegur maður og mjög nákvæmur og hann var ráðinn í þessa vinnu af því að hann var sérstaklega næmur fyrir svona ef eitthvað var ekki alveg að virka og hann er miður sín yfir þessu sko. Hann sagði það að börn er í lítilla hættu að látast úr COVID og þau væru í 50 sinnum meiri hættu að látast úr bólefninu heldur en úr veikinni og það er allt sem að styður það sko, það verður ekkert barn dáið í Svíþjóð og í Þýskalandi, það búa 9 milljónir manns í Svíþjóð og ég held að séu töluvert fleiri í Þýskalandi og þeir hafa enginn látist þar og ég heyrði ekkert barn látist en í Bandaríkjunum þá var talað að væri 1 af hverri hálfri milljón en þá eru það börn sem eru í gífurlega mikill yfirþyngd og með einhverja alvarlega undirliggjandi sjúkdóma. Það er svona aðeins annan landslag í þeim málum í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu. Okay. Herðu, mér langar að fara hérna aðeins áfram. Þú talar einnig þú skrifa blogg sem heitir Valinn maður í hverju stöðu og við ætlum að fara bara svona almennt við það. Já. Er það tengingarnar og... Já, sko, valinn maður í hverju stöðu og í þessu samhengi þið talað eitthvað fyrirbæri sem heitir Davos sem er svona svolítið eins og ég sé það með mínum einfalda haus, þetta er svona eins og vatnaskóur. Davos? Já, er þetta ekki bara svona staður þar sem fólk hittist og hérna Já, þetta er bara borg eða einhver staður, já. En svona þegar maður er að tala Davos þá maður náttúrulega að tala World Economy Forum. Og hvað er þetta? Sko, og hverjir hittast þar? Eru íslenski stjórnmálamenn að hittast þar? Eða tengdir? Festa, já. Að þeir voru með til dæmis hérna í janúar þegar að þeir voru með Agenda 21 hjá World Economy Forum þar sem þeir kynntu það áætlun sína sögðu það að COVID hefði opnað alveg einstak tækifæri til að innleiða þetta Great Reset sem þeir væru að hérna, ég kannski fann líka vatn, hérna það sem þeir væru væru með á prjónunum að Festa var líka með kynningu á þessu. Já. Ok. En sko, nú ætla ég bara að segja sko ég hef ekki alveg kafað djúpt í þetta sko þetta er bara svona eins og þetta blasir við mér ég sé svona landslag það er fjöll og það er vatn og það er skógur og ég er bara svona að rýna í þetta svona í fjarlægt ég er ekki alveg komin inn á land sko með þetta en ég veit bara að Katrín Jakobsdóttir hefur eitthvað verið með talað þarna hjá þeim hún er allavega þarna á síðinu hjá þeim og það var eitthvað sem að ég var búin að ef ég segi eins og þetta var svona blogg sem ég bara svona ég hendi þessu bara út og hérna var ekkert að fara neitt rosalega djúpt og hérna en það sem að ég sé það sem ég hefur fundið svolítið sérstakt í þessu máli ég er ekkert að segja eitthvað sé en mér finnst það sérstakt og ég segi það líka í blogginu að það sé komið sérstakt fyrir sjónir þetta sé svona gæti bent til að hérna ég fór að skoða Kára ég er svolítið þannig ég hef gert það en svo hef ég bara meira núna verið að deila bara frá læknum og svona en ég Kára Íslands
gerði það svolítið fyrst þarna fyrir 2020, þá var ég svolítið að rýna í og þá fór ég að skoða Kára og ég sé að pabbi hans hafi verið alþingismadur Okay. sósíalistaflokkin og blaðamaður eða eitthvað vann við eitthvað blað og svo fer ég að skoða Ölmu, bróðir hennar, hann var á alþingi fyrir Samfylkinguna, pabbi hennar var að vinna eitthvað skrifstofu fyrir Samfylkinguna í bæjarfélaginu hennar og það er svona, þetta er orðið svo mikið, eitthvað svona, einhver tengsl inn í stjórnmálin, skiljiði. Heilbrigðisstarfsmenn sem er að fara fyrir heilbrigðismálum eru komnir innviklaðir í stjórnmál. Skiljið hvað ég meina, þessi tenging En er þetta ekki bara Íslandi lítið og uppeldið og annað, þetta helst oft í... Þetta er svolítið, sko, maður myndi alveg skilja að maður þekki mann, en þetta er alveg, sko, fjölskyldu tengsl og síðan heyrir maður það að sem sýnir þessa alþingismann sem er bróðir Ölmu, að þeir hafi verið í einhverju viðskiptum með Kára í að kaupa eitthvað fyrirtæki í Kína sem er í þessum geira. Okay. Sko, og þetta, það sem að af því að ef að við erum að horfa á hana stjórnarfarslega þátt í þessu, þá er hann mjög mikill. Þessi pólitíski þáttur. En það vissulega í pólitík eru alveg klálega oft hagsmunaárekstar sem við sjáum ekki heldur, af því að þeir náttúrulega, þetta fólk sem að situr í ríkisstjórn og annars staðar á eignir eða fyrirtækjana og það er einhver tengsl við enga framtæki sem við sjáum ekki að vitum ekki þau eru að fela eða jafnvel gera sína vinnu í þágu þess sem er náttúrulega alls ekki að gera. En er ekki svolítið langsótt að í þessu samhengi þegar við erum að tala bóluefni og annað og lýðheilsu að okkar fólk, skilur, Íslendingar til dæmis bara, myndu ganga svo langt í græðginni og vitleysunni að fara fram með annarlega hvatir, skilur, kerfisbundið. Ég skil að fólk taki ákvarðanir sem að eru gegn betri vitund og eru slæmar, skilur, eða út í pólitík, að það er mjög erfitt að fjarlæga sig frá sjálfum sér, skilur. Ef þú átt einhverja eignir eða eitthvað svo bara fyrir bankarun þegar ákveðinir pólitíkusar taka út úr sjóðum rétt áður en að bankarnir fara á hausinn og svona. Þetta er svo erfitt, þú ert með vitneskju og annað. En eins og Gunni segir, skilur, í svona annarlegum tilgangi kerfisbundið. Ég skil þetta alveg í sambandi stjórnmál, en það er svona annað þegar kemur að heilbrigðismál. Okay. Það er svona vinkillin sem kannski... Já, þar dregur fólk ekki línuna þarna. Ég þekki þetta fólk ekki neitt, skilur. Sko, málið er það að þú vilt að heilbrigðisstarfsmenn og það fólk sem að þú er að vinna fyrir þínu svona heilsu, að það hafi ekki einhverja annara hagsmun að gæta heldur en þinnar heilsu. En það er líka alveg rosalegt spáið í því, sko, hvað stórt plattform og mikinn hljómgrunn eins Kári Stefáns raunverulega hefur, sko. Það er súrrealist. Hann er bæði karakter, hann er einn af best menntuð í sínu fæi hér á Íslandi. Hann kemur hann inn sem í rauninni bara fjórði maður þessa þríekis. Hann er líka svona... Og það er galið ef þú spáir í því, sko. Það er galið ef að þú veist það að hann er að vinna fyrir erlendan lyfjarisa sem eru bólefna framleiðslu. Amgen er í samstarfsverkefni við Aktífi heiti fyrirtæki sem er og þeir eru samstarfsverkefni með Microsoft við framleiðslu bólefni. Og þetta er ekki álegt þetta er alltaf að verða, sko, minni og minni heimurinn. Því meira sem þú rýnir inn í þetta að þú ert alltaf komið bara nær og nær einhverjum litlum kjarna og þú svo horfir á sko, International Health Regulation sem er viðbragðsáætlun við heimsfaraldri sem er gerð 2005 undirrituð á 193 þjóðum sem sagt 2007 þar á meðal Íslandi. Ekki Norður Kóreu. Með pottit ekki, það er alltaf 100, það vantar alltaf 3. Ekki Kína, ekki held ég Norður Kóreu, ekki Rússlandi, en 193 þjóðum og síðan þá er búið að vera innleiða, sko, eins og nýju sóttvarnalögin. Þetta er bara aðlögun af þessari áætlun. Hver stjórnar Íslandi? Við erum bara komið þangað. Og það sem gerðist líka er það, eftir að þetta gerði, eftir þetta og undir þetta, þá skilgreiningin að heimsfaraldri breytt. Okay. Skilgreiningin að heimsfaraldri var
síki sem breyðist hratt út og margir látast úr og breytt í síki sem að breyðist hratt út. Það getur þess að verið influensa. Já. Og þá er þetta Og að þá beita hlutfallslega þessum ekki aðgerðum. margir látast út. Já, þá er þetta að beita þessum aðgerðum. Já. Það er mjög alvarlegt. Og mér finnst, það sem ég upplýði þessu, að mér finnst bara að hafa átt sér stað í gegnum þessa alþjóða samninga við VÚ, við United Nations, eða Sameinuðu þjóðirnar, að þá erum við alltaf, það er alltaf verið að taka stærri og stærri sneið af kökunni á svona valdaframsali og ég bara spá í það, er þetta ekki lögfræðingur, er það bara lögma, er þetta ekki bara alvarlegt brot gegn íslensku þjóðinni? Já, hann var hérna hjá okkur, hann þarna Arnar Þór, Já. og hann vildi meina það. Já, Ekki þessu sammingi. Þetta er náttúrulega bara sáttmálar og samningar sem kannski trompa ekki endilega landslög og stjórnarskrán og allt það, sko. ef að þau stangast á við stjórnarskrána, ef að þessi samningur eins Þá og á þetta ekki að halda, það fyrir eftir, skilur. já. Stjórnarskráin er Já. rétthæsta réttar Já. heimildin Já. og á að trompa þessa samning og annað, sko. Akkurat, og ég er ekki að sjá að þessi ef að þeir er búið að breyta skilgreiningunni á heimsfaraldri, þá standist þetta ekki lengur stjórnarskrá. Nei. Það er mín tilfinning. Og svo er annað, og ég er bara að segja það, og það er nú kannski verið svona, kannski að skemmtilega í þessu, að það, þó að þessi leiðilegt, það er hræðilegur, maður fór alveg bara í gegnum Dark Night of the Soul, þegar maður sá þetta allt saman sem er í gangi, en þá er samt mjög margt áhugavert í þessu líka og verið svolítið, náttúrulega, þetta er bara verið svolítið eins og ferðalag, að maður bara verið að fara í gegnum einhver skó og maður aldrei vita hvað hól maður myndi mæta næst. Þetta er búið að vera svolítið þannig. Og það er eitt sem ég hef svona aðeins verið að rýna í og það er það kannski það sem við erum svolítið komin í dag. Hafa stjórnvöld raunverulega þetta vald yfir okkur. Það er rétt. En þetta líst mér vel á, sko, þetta er eitt í þessu. Þú hafi verið að spekulera og það hafi verið að kafa ofan í þetta og það hafi verið að finna samsæðan og það, en hvernig væri bara, eins og ég sé þetta, halda sig við þessa hlið, einmitt, hvernig valda framsal, vera að tróða réttindum og þetta er brot og hitt og eins og Arnar talar og svo leiðis. Fyrir mér held ég að það sé raunverulega fasin í kringum þetta og ruglið, skilur. Það áttur að koma ljós. Það bara, við sjáum það bara með berum augum, skilur. Þetta er stjórnarfarslegt. Þetta er valdarán. Þetta er bara valdarán. Ég kalla þetta valdarán í skjóli heilbrigðismála. Og það verið að nota einhvern ósynlega óvinn sem enginn hefur augun litið og segja það að hann hægir sig með einhverjum hætti og sé stór hættulegur. Sko, ég hef búin að vinna á hjúkrunarheimili. Ég hef alveg séð fólk kveðja og ég hef alveg séð að það hefur jafnvel verið að flýta fyrir því. Mannslífinu er ekki meira virð en það. Og að það er að fara að beita þessum aðgjörum hérna fyrir allt samfélagið og setja þau hausinn til að bjarga nokkrum gamalmennum. Ég bara get ekki séð það dæmi ganga upp eftir að hafa séð annað. Það er bara þannig. Og líka það að það er talað hérna með eitt dauðsfall eins og það er bara engin maður dáið áður. Fréttaflutningurinn er þannig. Hér deyja, ég skoða tölur. Hér látast 44 að meðaltala viku á Íslandi. Úr alls konar. Já. En það er náttúrulega bara gangur lífsins. Þetta er einhvers konar Þetta er mikið að þessu líka bara lífstíls tengt, sko. Já. Það hefur ekki verið... Influensa tekur fólk. Já, einmitt. Sko, ég ætla að segja ykkur það. 1988, þá voru, ef ég man rétt, 250.000 manns á Íslandi. Það létust 44 influensa. En heldur þetta snúist ekki meira eins og þeir tala heilbrigðiskerfið, frekar en dauðsföllin ef við tökum þóttur þessu að... Það er bara sem getum ekki stjórna. Bara hlutir gerast, fólk deyr. Af hverju er fólk svona rosalega hrætt við að deyja? Ég held þetta snúist ekki. Það er verið að spila inn á ótta fólk við að deyja eða veikjast eða þjáningu. Það er verið að leika sér að viðkvæmasta strengnum hjá fólki. Ástvínamissi, þetta er bara ljótt. Þetta er ástvínamissi, óttin við að deyja, óttin við að vera veikur. Þetta er æstu. Af hverju heyrum við ekkert dauðsföllin við þetta sprautunum? Það var eitt heldur gott. Arnar Þór sem var hérna hjá okkur. Hann var ásakaður daginn fyrir hræðslu áróður í fréttum. Og bara í sama blaði eða í sama fréttatíma
þá heyri ég í Þórólfi upp í pontu og hann segir á eitthvað að það áttina þið eigið að vera hrætt og svo bætina við það eiga allir að vera hrættir. Já, alveg Já, og hann sagði þetta bara orðrétt og ég var bara what the fuck þú veist, þetta er alveg veistu það, ég held að þetta sé alveg rétt svo að segja og ég sammála þessu algjörlega en hafa stjórnvöld ríki raunverulegt vald yfir mér því að núna las ég frá ásögnum daginn af mannesku, íslenskri mannesku sem fer frá einu landi til annars í gegnum 2 flugvelli og þessi manneskja hún veit hver hún er að fara að mæta hjá fólki sem kemur fram eins og bara embættismenn en er bara afgreiðslu fólk í einhverjum sal og það bara kemur fram bara og í þessu tilfelli bara einhverju offorsi en hún vissi hverju hún var að fara að mæta hún vissi hverju hún í rauninni hvað hún þurfti að sýna, pappir og annað hún fór ekki í 1 PCR-próf og hún fór ekki í sóttkví eða einangrun en nokkuð skapaðan hlut og fekk enga sekt sko, meira þess að sekt sem henni hafði verið hótað með eitthvað staðar í öðru landi hafaði raunverulegt valdið mér og það sama hvað var það rauninni sóttkví einangrun eða erlendis, núna er það þetta í gangi í Kanada, þetta ekki komið í Austurríki, altså bólusetningar skilda og allt þetta drasl hafaðu raunverulegt valdið yfir mér eða er valdið bara ótta stýrt? Sko, ég held að stóru hluta til það hafa valdið yfir það með þú trúir. Já, en ég er að tala svona út frá Já, sko, það eru náttúrulega lög svona til sem heitir Law of the Land. Já. Sko, ég verið aðeins að skoða þetta og ríkisstjórninni með vitið hvað heimilisfangi hjá ríkisstjórninni er? Kalkonsvegi 1, það sem Seðlabankinn er. Já, Akkur er ríkisstjórnin með heimilisfang á Kalkonsvegi 1. Er það ekki bara til að sjóðurinn leið þar eða eitthvað? Og síðan er Írland. Írland? Já. Nei, það? Já. Ertu viss? Já, ég er búin að sjá þetta mörgum. Býtu, hvað heitir þetta? Þetta er held í SIK-kód. Þetta er SIK og hérna hvað heitir þetta? Lögheimili ríkisstjórn? Sko, nú ætla ég bara að varpa fram svona pælingu sem er í gangi. Er það að tala fyrirtæki í Ísland? Ég er að tala government. Government of Icelandic government held ég að sé. En svo er líka fyrirtækið í Ísland, það er með heimilisfang í Bandaríkjunum. Og sko, það sem ég langar bara svona að segja, ég sá skjal, hérna skjal 2020, mann byrjun árs 2020, það sem stóð að USA var í corporation, skráð undir City of London, sem skráð undir Vatikan. Vatikanið sé æðsta valdið, páin sé æðsta valdið. Já. Og þetta kemur inn á þetta með Seðlabankana og Rockefeller Foundation, Rothschild og Seðlabankan og af Vatikani. Nú er ég búin að vera að skoða svolítið, ég bara rakst á það í haust að þar voru ráðstefnur í Vatikaninu. Nancy Pelosi kom þarna og heilsaði upp að páan, kom alveg spes heimsókn. Það var hvort þú hétt G7 ráðstefna innríki heims komið saman á samt frá Evrópubandalaginu og þar var að vera að ræða hérna ótta við hvað er maður að kalla hvað heitir það hnattræna hlýnun og kórónufaraldurinn þessar 2 8 ára sem hefur verið að stýra mannkyninu með núna og á þessari ráðstefnu og það var helgin áður en að ráðstefnan var í Skotlandi sem margir Íslendingar fóru á og Biden mætti þarna og fór í spes heimsókn þarna þegar G7 ráðstefnan var og talaði við páan og það er bara margt mjög forveitlegt í gangi og ég er að heyra það og ég er ekkert að segja að það sé sannleikur en mér finnst bara allt í lagi að skoða að Ísland sé fyrirtæki og sé undir City of USA Corporation sem er undir City of London sem er undir Vatikanu og þetta fer allt saman í gegnum Seðlabankana og fyrirtæki getur ekki sett lög fyrirtæki getur
þú þarft ekki að fara eftir lögum sem fyrirtækisetur. Nei, en Sko, bara ef við tökum þennan Þetta eru eftir. bara algjör fabuleringar, er það ekki? Nei, þetta er ekki, þetta En er, ég minna Hagkaup í Skeifunni getur sagt mér að ég verða að vera með grímu, annars megi ekki vera inn í búðinni. en á Alþingi Ísland, hver á Ísland? Við, Hver á lýðræði. minn tilverurétt? Er Hver ekki ræður þjóðin? yfir mér? Er þetta ekki sjálfseignarstofnun? Þjóðin? Já. Já, ég meina hver, hú veist, þetta batteri, Alþingi og allt þetta batteri, er þetta eina leiðin? Eða höfum við einhvern rétt kannski til að vera hérna þó við værum kannski bara ekkert að taka þátt í þessu? Ég veit fólk sem er að skilja kennitölunum sinni og vegabrifin. Já, þú meinar. Sko, ef þú horfir á vegabrifið, Já, það er allt í hástöðum. Nafnið er allt í hástöðum. já, Það er svolítið til sem heitir Strategy Law já, og Public Law. ok. Og þetta heitir eitthvað, hvort það er, hvað heita lögin sem þið vinna eftir? Ekki Maratree Law? Eða hvað heitir það? Maratree. Eða hvað heitir það? Eitthvað Er það ekki sjávarlögin? Þetta er svo Common Law, Já. en málið er það, þetta eru fyrirtækjalög. Já, Kennitalan okkar, já, við erum raunin þá bara gjaldmiðill í þessu fyrirtæki. Og við Já. erum eign fyrirtækisins. Og hérna, semst, kennitalan. bara svona asset. Og við erum bara gjaldmiðill. Þessi manneski, hún kemur til með að afla þetta mikið og skila þessu mikið og það er verið að nota okkur í viðskiptum. Sko, Þannig við erum með raun í júró. Já, Þannig við erum í ES. já, við erum ekki í ESB. En auðvitað eru við gjaldmiðl, ég meina við erum allir, við borgum skatta eða þess að við söfnum og Já, það já. fer að fara í þágu og almanna heilla okkar alltaf. Já, en það er kannski ekki fyrir en það gerist. En í þessu tilfelli að þá er verið að hérna, sem sagt er verið að nota okkur sem gjaldmiðil. En þetta eru lög þetta eru hérna treitlög og þau eru öll í hástöðum. Þetta hefur með það að gera. En þið skulle skoða þetta, ég hef búin að gera eitt blogg um þetta. En Þetta hefur kemur fram þetta í eitthvað að bloggi. segja ef ég er bara eitthvað tekinn fyrir að ekki að hlýða víði og mér er bara grýtt í grjótið? Og skiptir þetta einhver máli, veist, þegar bara grýtaði mér í grjótið, þá hafa þeir valdið yfir mér, sama hvað mér finnst það eða ekki. Já, þá er þetta að tala um að það sé bara svona eins og bara sé komin herlög. Ég er bara að segja það að ef að ég greinist með Já. COVID og ég neita að fara í einangrun, þá er ég bara frelsissviptur, þá er ég bara tekin úr umferð og mér er haldið Já, þá sko nauðugum, sko. Já, Þeir fara ekkert með mig á hótel og segja bara verður þægur, þú veist, það fylgst með þeim, sko. Þannig að það er rosalega tilgangslaust fyrir mig eitthvað að sko er hægt að neyða þig ég er að segja það, er sko. hægt að neyða þig til að fara í PCR-próf? Er það hægt? Já, Ég þekki það ekki. nei, sko máli er það. Ég veit það ekki, en ef Nei. ég er með greint COVID-smitt, þá er hægt að neyða mig í einangrun. Ég veit ekki hvort að setja neyða mig í PCR-próf. Sko þetta er bara eitthvað sem við þurfum að skoða nefnilega. Þetta er nefnilega ekki víst að þetta sé alveg svona. Nei, ok. Ég er á því að skoða þetta. Já, Ég held að hérna, sko það eru til önnur lög já. sem er ofar lögunum sem við erum í Já, hér. því sko, þetta er, sko, ég las þetta daginn, við erum að tala Já. um mannesku sem fór frá Kaupmannahöfn Já. til Reykjavíkur Já. og og hún labbaði bara í gegn, sko. Sko, Bara óvart eða með ásetning. Nei, með ásetningi. já, Akkur hann ekki stoppið. Því þessi manneskja vissi bara nákvæmlega hvað hún átt að segja og hvar og hvernig og það var ekki hægt að andmæla því. Sko það eru til lög Ok. Og þetta var mjög Sem áhugaverð lýsing, sko. Sko, það eru til Aha. lög sem að heita military law, til dæmis, Já. og DRNI, ég man ekki alveg hvað það stendur fyrir, og þau eru yfir þessu lög sem að er verið að setja hér. Og það ég er með svona plagg, ég á svona plagg, Ok. ég er búin að ganga frá, ég er búin að senda á ríkisstjórnina til dæmis, þessi mína pappíra, þessi plagg. Ég er ekki búin að skilja inn kennitölun og vegabrifin ennþá. En ég er að skoða þetta mjög mikið. Vegna þess að ég sé bara, hérna eru við bara með batteri sem er að misbeita valdi sínu, gagnvart almenningi. Og ég persónulega, ég er nú kristin og trúið og ég á ákveðna reynslu með Guði sem að er mjög djúpstæð og hérna hefur svolítið með mína svona
identity að gera, mína sko, Sjálfsmynd. já og bara svona tilverurétt. Já. Ég bara svona, segju ykkur bara í stuttu. Ég hérna, sem sagt var alltaf að flytja þegar ég var barn, ég var alltaf aðkomandi og utanakomandi og mamma og pappi skildu því ég var lítil og mér leiði alltaf svona svolítið eins og ég ætti ekki alveg saman rétt til að vera hérna eins og aðrir. Af því að hinu voru allir þarna fyrir, þau voru búin að búa þarna lengur og ég var alltaf utanakomandi. Og þetta festist svolítið í mér. En síðan átti ég mætir Guð mér. Og hérna það gerist bara lítill í kirkju sem ég sitt í og bara enginn að tala við mig og ég var ekkert að spá í þetta. Þetta situr í þið sem forrit sko. Já, þetta var svona eins og bara búið að festast í mér einhvern veginn. Og Jesú mæti mér hérna, hann bara birtist mér og hann mæti mér hérna og hann á samtal við mig og hann segir við mig, ég er búin að fylgjast með því frá því var slítið. Og hérna... Bara Jesú sjálfur? Já, og ég er búin að fylgjast með því og ég sá bara líf mitt svona eins og vídeo og hann segir, þú verður alltaf verið að leita kærleika en ekki fundir. En ég elska þig. Og svo sýnda mig fólki í strætinu sem að engi kærði sem að þekkja. Og hann sagði, ég elska þetta fólk líka. Og hann var í raunin að segja mér hversu kærleikur hans var í skilyrðislaus. Og þarna, þegar þetta gerðist, þá breytti skjössalega mín, eftir þetta, þá fekk ég minn tilverurétt og ég gekk hana út eins og ég var í komið með vegabréf. Mér leið eins og ég held á vegabréf frá Guði sjálfum og ég sagði, það er enginn sem getur efast þetta. Þetta er frá Guði sjálfum. Og þetta er svo djústætt fyrir mig að hérna þessi tilveruréttur minn til að vera hér á jörðinni. Haldan allra lög á regluna. En við þurfum nú samt að við erum í já, ég veit ekki, en hvað ætlum við að gera ef að bara í mæ bara faraldurinn búinn, þetta er bara búið og þá er ég bara að meina að þetta verður bara búið. Það verður ekkert COVID, það er enga takmarkanir. Nei, og hvað þá? Og hvað með allar samsæriskenningarnar? Hvað gerist þá? Líka eitt, Guðrún Bergmann, hún við hafum aldrei komið inn á það hérna í viðtalinu. Eins yndisleg og frábær og málefnaleg og reynslu mikil hún þá er hún manneskja sem boðaði geimverurnar á Snæfellsjökul hérna eitthvað 1995. En kannski það? Það var þetta bara svarið þegar það svo ekki birtust í efnisformi, það var bara, jú þær voru þarna, þið bara sáu þær ekki. Já, einmitt. Og þetta var boðað og fólk kom allstaðar að úr heiminum upp í Snæfellsjökul. Ég er svo spenntur að sjá ef þetta klárast og þegar. Þetta er bara áætlun. Já. Ok, en ef við sjáum, við verum meðvituð. Ég vona. Nei, það er líka það sko. En þarna er þetta að slá okkur varnagla utan þessar pælingar og hugmyndir til þess eins og minn kemur. Þetta er áætlun, það getur ýmislegt gert. Það er mótstaða við þess áætlun líka. Ertu þá að meina við menninir sem vöknum og tökum afstöðu séum að spilla fyrir áætlun í raun? Fólk eins og þú og jafnvel Gunnar eða einhverju fleiri. Svo getum við líka kannski bara dreifja okkur út úr þessari áætlun. Ég kæri mig ekki að vera inn í áætlun. Viljum við vera með í þessum dans? Viljum við fá þetta vald yfir okkur? Viljum við vera með einhverja litla grúppu ríkra manna út í heimi sem stjórni allir hér á landi? Hvernig ætlar að koma veg? Þetta er það sem búið að gerast í mörg ár, hinnir forríku og stóru fyrirtækin eru að taka yfir heiminn og það skilur og þeir ekki alveg svona. Nei, en þeir alltaf meir og meiri völd og auður færist í hendur fárra manna og hvenna og þetta er þróunin sem er mjög slæm, en hvernig ætlar við að takast á við það hérna? Já, það er nefnilega það sem þangað sem og hætta að kaupa kakó og Amazon og hvað þetta heitir allt. Sko, það er ekki, sko, nú verðum við bara átt okkur á því. Við erum bara hérna öll á sama báti. Þetta er bara spurning sem við þurfum að svara fyrir okkur og ég hef lagt smá vinnu á mig í að leita og er að skoða hvað getum við gert. Og það er það sem við erum stödd núna. Hvað ætlum við að gera ef við ætlum ekki að taka þátt í þessu? Hvað getum við þá gert? Og það sem er að gerast núna, það sem ég er búin að vera að fylgjast með þessu því að ég vaknaði mjög fljótt í þessu, að það var mjög erfitt fyrsta árið. Ég get alveg sagt ykkur það. Ég lenti hérna í því að þá kom grein í blöðunum með mig og fjölskyldun og allt, það fríkaði allt út. Og þá bara vini mínu vildi ekki láta sjá sig með mér. Fjölskyldan talaði mig ekki við mig, mér var ekki búið í veislur. Hvað var þessi grein? Það var vegna þess að það var ískur fréttamaður. Hérna kona og hún var að kynna það að þeir hefðu kallað eftir gögnum frá írsku heilbrigðismála yfirvöldum einangraða veiru að þeir sýndu fram gögnum einangraða veiru sem ekki finnst og þeir gátu ekki sýnt neinn gögn
Nei. Ég var að segja frá þessu. Það væri ekki til neinn gögnum einangraða veru. Já. Og ég var búin að heyra líka tala um það einna sérstaklega sem hefur verið að tala um þetta og sem rétt, að það hefur aldrei verið einangruð veira. Nei, Það Guðrún er ekki Bergmann búið að segist vera meira að segja með undirskrifa plagg hvað þetta varðar frá. Já. Og ég sagði frá þessu og Já. þetta var 2020, Já, held ég í september og þá var náttúrulega allir bara á, ennþá hérna bara sá ekki neitt nema það sem Fríðriki sagði. Og ég var bara litið á mig eins og ég væri bara snarbiluð og ég get bara sagt ykkur það, ég fekk bara smá sjokk, bara viðbröðin frá fólki hvað voru gigantísk. Ég hefði bara ekki trúið þessu. En á það ekki vera nákvæmlega eins núna þegar að þú ert að koma fram eins og hérna? Nei, nú er bara allt annum dæmi í gangi. Sko, þegar að þangað til að þá búið að sprauta tversprautur. Já. Þá voru allir á færibandinu, bara allir í línu, sko, hjörðin bara gekk alveg í takt, sko, eins og hermenn. Og það mátti enginn segja neitt á móti þessu og varst bara banvært með þú gerði það. Klára þetta. Hættulegur, þú veist. Og hérna, Við erum öll almannavarnir. já, og þetta var bara þarna, sko, og ef maður hefði aðra skoðun og maður var að reyna að koma þessu út og maður var svo uggandi yfir þessu með börnin og efnin í þessum sprautum og maður bara, þú veist, fjölskyldu sína og ég bara viðkenni það að maður bara grét stundum yfir þessu. Maður var svo En hvað er búið að slegin. breytast? Þegar það var búið að sprauta aðra sprautuna Já. og þetta gekk ekki eftir því sem var lofað, það vaknaði ákveðin hópur. Það vaknar alltaf ákveðin hópur. Núna vakna ákveðin hópur. Þannig að þú vilt meina að fólk sé ekki að taka þér af miklum fordómum, Nei, jafn miklum þetta er fordómum ekki, maður núna. er ekki, hérna, ég er Nei, ekki ég skil. geimvera. Nei, það er alveg ljóst, það er alveg mun meiri buffer fyrir, Já, það er miklu minna. fyrir þetta heldur en Það fyrir er árið síðan. Það er alveg fleiri þannig. talsmenn með þessu sjónarmið sem ég Já, allavega talsmenn þessa ólíka rattir fá að heyrast Já. og við getum rætt hlutina. Já. Við erum það klálega hér. En sko, þannig að- mér langar hérna, rétt svona í lokin, því við þurfum að fara að klára þetta. Já. Það er sko, segjum sér svo að þessi kenning endurræsinguna miklu sé sönn og hún sé bara, hún hefur verið sett í gang. Hún gengur eins og díselvél. Já, svona hægt og rólega. Sko, kerfið er ósjálfbært, kerfið er óskilvirt og þróunin, hvað það varðar, er í veldisvexti, sko. Og þannig að ég spyr mig, þetta er unni, sko, númer 1, ég var alltaf inn að hugsa þetta í dag, því ég er búin að vera alveg ángist yfir þessu líka. Ég hef farið í gegnum tímabila sem mér hefur bara liðið illa yfir þessu. Ég óttast framtíð barnsins minns og stundum bara veit ég ekki hvort ég sé bara komin bara í eitthvað geðrófs ástand eða ekki, sko. Er ég í rangumundum? Því allir aðrir eru bara eitthvað í góðu partíin og það er bara eitthvað, Gunni, bara haltu kjafti. Og veist, en ég fór alltaf inn að hugsa, náttúrulega nummer 1, skiptir þetta einhverju máli? Þú veist, Viltu vera með digital kupp í þér og við erum öll að fara að drepast einhvern veginn og kannski er þetta bara eitthvað svona eitt hlekkur bara í einhverju langri keðju sem við einhvern veginn þurfum að komast í gegnum því að við erum bara einhvern veginn bara þjökuð í möru efnisíkunar bara og hún verður bara að fá að byggja sig upp þar er hún hrinu til grunna með einhverjum sko, stórvægilegum afleggingum og það er nummer 1 og nummer 2 þarf kerfið ekki bara að breytast og er þetta kannski mögulega breyting til batnaðar og svo annað hérna í lokin sko, það var allir eitthvað að bitsa yfir Donald Trump, munið til því það var allir að bitsa yfir Donald Trump en hann var þarna af ástæðu fólki kausan og við erum hérna eitthvað að tala saman hótt að Davíð sé nú kannski aðeins og öndur með því og við erum kannski svona svipað þengjandi svona á einhvern hátt Ég þarf líka, ég bara tek hluti með fyrirvara skilju meiri fyrirvara en ég er aðeins kvæðvísari en við erum í minni hluta 90% af fólki það horfir ekki svona á þetta viðtal og þeir sem horfa á þetta viðtal sem bara vilja sækjast í góða gamamenn, þau horfa á þetta viðtal og segja bara hvað er að þessu liði, það er bara eitthvað vangið og þetta er bara 90% af fólki sem bara finnst þú vera nöttarinn Þannig að er samfélagið og þessi endurræsing, er hún ekki bara í algjöru samræmi við fólkið? Ertu ekki bara undantekningin?
Sko, jú, kannski einhverju leiti kannski, hvað maður að segja, maður er komið svolítið á þann stað, maður verður bara að sleppa tökum. Einmitt. Maður langar að reyna að bjarga fólki, en maður fólki er ekkert að biðja að bjarga sér. Já, ég er að segja það. Skilur en það er kannski það því að börnin eiga hlut, það er svona einhvern veginn. Já, en maður hefur ekki stjórnin endilega á þessu. Fullorðið fólk, en svo er það líka kannski það að maður er að reyna að benda fólki á, og ég meina, mér finnst það skylda mín. Já. Að láta fólk vita. Hvað lengi? En svo, eins og ég segi, nú er bara minn tími svolítið að sá gluggi að lokast og ég ætla bara að fara að einblína á annað. Verður fólk ekki líka bara að geta mynda sína eigin skoðun? Ég meina, við finnum bara að setja okkur við það, við erum ekki allir eins. En málið er bara það. En skilur þessa pælingu? Já, en það sem er málið. Ok, ef þau vilja fara þessa leið, og ef þau þurfa að fara þessa leið. En látið mig í friði. Við erum ekki að reyna að klína einhverju grími framannum við, af því þið trúið þessu. Skiljið þið? Ég meina, hver eru þið að segja mér að vera með grímu? Ef þið trúið þessu og þið viljið fara þessa leið og þið viljið vera með grímu, bara velkom. En verið ekki að bögga mig. Já, það er þarna sem að, en þá erum við þurfum bara að hugsa, hver er framtíð okkar sem erum ekki tilbúin að taka þátt í þessu? Hvað getum við gert? Er klofin þjóð? Eru 2 þjóðir á Íslandi? Hvað er að gerast? Já, einmitt. En ég er alveg viss um það að fleiri eiga eftir að vakna. En það getur verið alveg svolítið seint þegar það er búið að setja efnahaginn á hliðina og við erum ekki sjálfstæð þjóðlengur og við erum komin algjörlega undir skósólan á einhverju ríkri elit út í heimi. En er þjóðin eitthvað, og þessar þjóðir, eru þær eitthvað sjálfstæðar, alveg bara skuldsettar upp í rjáður og allt í einhverju tómi fokni rugli? Rúlar þetta áfram bara. Við höfum ennþá eitthvað, það getur vel verið að okkar vald sé miklu minna en við teljum, en við höfum ennþá tölur svigrum, við ráðum því hvort við tampustum okkur með golget eða eitthvað, og við ráðum hvort að við hittum fólk og þeir eru að taka af okkur sem ekki ráði. Þetta er ekkert að fara, ef við gefum þetta eftir, þetta vald, við fáum það ekkert aftur. Ég meina, þeir eru að ákveða það. Þú heldur það? Hvort ég hitti, já, ef að við ekkert gerist. Þú mátt ekki dansa mikið? Nei, og þú mátt ekki fara, að hitta mömmu þína eða ömmu og hjúkrunarheimili og mamma má ekki hitta barnabörnin, hún er ekki búin að hitta barnabörnin þess að þau séu stórættulega. Og hvað með börnin? Þau eru, það verið að senda þau skilabóð þeirra með þessum prófunum að þau séu einhver mögulegu skaðveldu fyrir aðra. Að það þarf að útiloka þann möguleik. Í hvað heimi viljum við lifa? Er þetta heimir sem við viljum lifa í? Viljum við sjáum til að ég veit ekki til þess að neitt hafi látist úr COVID á síðast ári. Það létust þarna einhverjir að sagt er með COVID. Ég veit að sænsku krufningasérfræðingur og þýskur sögðu að hafa ekki fundið neina kórónuveirusýkingu í þeim sem hafa látist á COVID. Af þessum 30 eða 40 manns, eða hvað hann var? 30 manns? Nei, í Svíþjóð og Þýskalandi sem voru rannsökuð og fullt af fólki. Já. Þeir höfðu ekki látist úr kórónuveiru. Það var ekki að finna veirusýkingu í þeim, þessa veirusýkingu. En úr hverju áttu þær þá að hafa látið? Það var sveppur í lungum. Og ég bara segja. En þetta er náttúrulega algjörlega... Var þetta fólk krufið sem er sagt að hafi látist á COVID? Var búið að krifja það? Ekki eða var þetta bara PCR-próf? Skiljið þið, allavega, segjum að það hafi látist þarna 30 manns þarna, það voru 2 útlendingar sem voru einhverju ferðamenn. Við erum hérna á Íslandi. Já. Og það voru allavega þarna, landsmenn voru 28 sem létust, 2020 er sagt. Ég meina, það er engin rosaleg tala. Ég sagði ykkur áðan að 44 létust þegar Íslandi voru 250.000 sem jafngildi því að 60 manns hafa látist úr flensu. Og það er enginn í fyrra, það eru yfir 200 manns sem látast hér á Íslandi og sjúkdómum tengdum áfengi og fíkniefnaneyslu. Þeir loka vogi út af einhverju smiti og jáfnvel einhverju einkennileysu. Hvað meikar þetta sens? Nei, það er mjög margt sem ég veist ekki meikar sens. Það er alltaf fullt sem meikar ekki sens. Já, algjörlega. Það er bara ekki neitt sem meikar sens fyrir mér. Herrum, ég Ég meina, við getum alveg hlíft öldruðum og ég unna á hjúkrunarheimili og allt það. En við
við þurfum ekki að leggja samfélagi á hliðina. Nei, það þarf að líta til fleiri, það þarf að skoða fleiri hliðar. Það verður að skoða heildarmyndina. Sérstaklega það sem að hefur vantað hana. Það er Það má ekki lýðheilsumál eins og geðheilbrigði, fíknisjúkdómar, efnahagsleg heilsa, fólks, almenningsfyrirtæki og svo framvegis. Já. Þetta er náttúrulega... Framtíð, hvernig samfélagi viljum við lifi? Algjörlega. Er þetta lýðheilsu sjónarmið? Við erum að fara í geðheilbrigðismálin í næsta þetta. Já, tökum Það það er fyrir. mjög spennandi kandidati komið það. Mhm. Svo erum við að fara í dáleiðslu. Já. Við verðum dáleitir hérna í beinni úrstöku. Ég líka. Okay. Nei, hún var ekki viss hvort hún þorði í þig því að skélin er svo þykk. Hvað mennur skélinn þig? Nei, hún er búin að æfa sig á þér. dáleiðarinn sem er að koma, hún er búin að taka mig í undirbúning. Þú ert ekki nóg trúkja. Nei, já, við erum nefnilega rosa gott kombo í þessu, sko. Við vegum hvort annan upp með þetta. Háttar, og ég líka segi bara það. Þetta má ekki bara vera drottningaviðtal, það verður að... Ekki hlusta bara mig. Nei, við erum líka að hlusta á skopp og skrýtlu. Skoði þetta mál. Ég bara segi hvernig af hverju ég er komin hingað, af hverju ég er með þetta sjónarmið. Þetta var ekki eitthvað sem gerist á 2 árum. Þetta er búið að taka lengri tíma. Ég hef búin að skoða miklu meira. Ég hef til dæmis það sem vakti mig upphaflega var það að ég kynntist í bænahóp á Facebook gamlu manni sem býr í Sýrlandi. Og hann sagði mér það að því ég fór eitthvað að spyrja hann í Sýrland að það væri búið að myrða 300.000 manns þar og það hefði aldrei komið í fréttum þetta. Það var það sem vakti mig. Nákvæmlega. Og þetta á 2011. Þarna byrja ég og þarna byrja ég að skoða, það er eitthvað ekki eins og að vera. Og þá fór þetta bara, þetta er ekki eitthvað, og örugglega Guðrún Bergmann líka og fólk sem er á þessum stað sem ég er á í dag, við erum svona cirka ekki öll á sama. Þetta er ekkert eitthvað sem gerist eitthvað nú. Sko, mitt moment of clarity, það var þegar að vegabréf meintra árásamanna á tvíburaturnana fundust í rústunum held ég 4 eða 5 klukkutímum eftir að flugvélarnar flugu á World Trade Center. Það var allt hrunið til grunna, sko, og svo gáttu þeir, sko, þau gáttu nafngreint eða identifæað mennina sem flugu flugvélunum út frá vegabréfunum þeirra sem þeir fundu í rústunum. En er líklaborðið farið á hilluna? Já, ég segi, ertu hægt? Já, að blogga. Ég er allavega svona farin að minnka það og ég er svona minnka bloggin líka, þess að erfiðast að við þetta. En já, ég ætla ekki að lofa neinu af því að ég vil ekki svíkja eitthvað, en ég er að stefna að ég svona fara aðeins að minnka þetta. Ég bara, þú voru að passa vel upp að þig. Já, ég ætla bara að fara að hlúa meira sjálfur mér og njóta lífsins og bara þess frelsi sem við höfum þá ennþá. En svo er ég líka bara að fara að skoða þetta fyrir sjálfa mig. Bara þetta með þetta lagalega, ég er mjög spennt fyrir því. Og ég er svona bara, já, en það sem ég vil segja að lokum frá mér, að ég á kristna trú, eins og þið heyrðu, og það sem skiptir máli er að eiga þetta innri frið og innri fullvissu kærleika Guðs og öryggi. Hann sjáir fyrir manni og það er mitt skjól í þessu. Amen. Og þannig að ég er ekkert að fara í einhvern meitsjör, ég fór aðeins í 8 fyrst þarna, mér fannst þetta alveg skelfilegt, en ég er ekki þar lengur, ég er bara... Var það eitthvað svona Guð því hefur yfirgefið mig sena eitthvað? Já, þess að sannlega verið svona moment eins og Jesú upplifði á krossunum, Guð því hefur yfirgefið mig. En þetta var bara svo mikið myrkur sem að maður var þarna áskynni. Ég er ekkert búin að segja allt það sem að ég er búin að vera að skoða. Bara, ég ætla bara, það býður bara, sko það er ekki, við getum ekki komið með allt strax. Það er hægt að tala um þetta núna. En það sem að ég horfa á, Ísraelsmenn fóru í gegnum eyðimörkina í 40 ár. Og Guð sá fyrir þeim í 40 ár. Það var ekki vatn í eyðimörkinni og ég trúi því eins og Guð sá fyrir Ísraelsmennum í eyðimörkinni. Þá mun hann sjá mig og ég hvíli bara í trösti þess og annars myndi þetta vera bara mjög erfitt að horfa á framtíðina, en ég trúi því og það kannski segja eitt ritningarstaf á lokum biblíunni, það segir vakið og biðið svo þeir fá umflúið allt þetta sem koma mun yfir heimsbyggðina. Vakið og biðið, svo fá umflúið allt þetta sem koma mun yfir heimsbyggðina. Vakið og biðið. Það er svo mikið vernd í bara Guð, hann hjúpar mann vernd og varðveislu og bara og eiga þetta trösti, hann er faðir okkar og við getum hvílt í trú og trösti til hans að hann er kærleiksríkur góður Guð og hann sér sína. Það sem að setja tröst sitt á hann og ég vil frekar setja tröst mitt á hann heldur en á Bill Gates eða en Kára eða Kára.
og mína náttúrulega bara guðsgefnu dómgrind. Geggjað. Já. Ha. Herðu, takk bara fyrir að koma til okkar. Já. Og Það er næg að taka. sína þetta hugrekki. Já, og þið að sína hugrekki að fá mig. Ha. Ég er ekki Já, tur ekki, bara ég var að lesa Opna bloggin í gær og ég Já, festist í þessu já. langt fram eftir sko. Algjörlega, Já, sko. Þetta er alltaf áhugavert. Þetta er bara eins og svona sci-fi Já. thriller. já. Þetta er svona dót. Þetta Við er þarna- líka fróðlegt. Mm. Já. Mjög fróðlegt og mjög skemmt. Við erum bara að velta steinum og Já. þetta er náttúrulega bara eitt ævintýri, hvort þið er. Og hérna, Við fyrir á milli allur skalinn sko. Alls Og konar. svo bara gleyma sér ekki líka, lifa í núna. já, Að Lifa í við ekki núinu. hafa áhyggjur á morgunteginu og Einmitt. mikið. Þó við undirbúum okkur Já. að hafa ekki áhyggjur. Herðu, við þurfum Það er að vera í kynningu herðu, Já. núna í lokin, áður en að við leysum út með gjöfum, Mhm. þá fer ég hérna í gegnum smá texta frá, við erum með 2 sponsora, þannig ég les hérna smá texta. Microsoft og hvað var hitt? Nei, Það var íslenska erðagreining, Decode. við ætlum að gefa þér chip. Nei, herðu, ok, ég byrja á þessu, Þótt Þorgríms. Já. Sko, það er auðvitað korkurinn, Já. eins og, en það er svo margt annað sem langar að koma inn á. Ég ætla bara að lesa hérna smá texta. Mér langar að nefna í því samhengi þessar baðplötur, Fibo-plötur sem að hægt er að nota í sturtuklefa og annað og ég hef sjálfur notað þetta, ég hef sett þetta upp í einu baðherbyggi fyrir kúnna Mhm. og þetta var í alvörinni eins og flísveras. Þetta krefst þess að þú getur unnið af nákvæmni, Mhm. natni, ekki með raskatinu. Þú flísaleggur bara beint ofan á plötuna. Þarf Þarftu að kvoða bara, platakoða? Nei, þetta er flísalagt. Þetta er finito, fino bambino, þetta er búið. Oh my lord. Þetta er bara, Heyrðu, já. þetta er svoleiðis og hérna yes, þetta er snildalaust, þetta er mjög gott. Svo er það svona steypuspónaplötur, þetta er svona vírokplötur, það eru rosalega, það eru brjálæslega þungar. Mhm. Þetta er raunni spónaplötur fylltar með steypu og svona drasli, sementi eða ykkur og hérna, þú getur notað þetta í sturtuklefa. Ég hef gert það, ég Mhm. lakkaði þar með einhverju drullulakki en ég hefði aldrei þurft að lakka neitt, þetta bara heldur öllu. Ég sá þetta notað í loftaklæningu í gamalli Hlöðu og Snæfellsnesi og Gröf fyrir nokkrum mánuðum síðan, virkilega flott stöf, mjög hipp og mjög cool. Mm. Þeir eru líka með litaðar MDF-plötur sem ég notaði helling í Danmörku því ég var að vinna þar. Jú. Þú færð þetta hvergi annar staðar en hjá Þorgríms. Þetta er heill heimur á töfrum Mhm. fyrir þá sem eða þau sem vilja hafa töfra í lífisinu og meiri segja, núna hann Fúsi, hann skellir upp mynd. Já. Það er sko Kork Daniel, eða Daniel, hann sýndi mér svona svo korkbakkar sem eru veggjaflísar, Já. nema bakkarnir eru fullir af mosa eða gróðri. Nei, ég get bara gróður klætt veggina hjá mér með mosa. En hvernig vökuna? Spreyjar þau bara á hann svona? Nei, þetta er alveg mosi sem hefur verið meðhöndlaðir þannig að þú þarft ekkert að gera við hann. Bara tala við hann. Þú þarft bara að tala við hann. Já. En hann er dáinn. Já, ég skil, en það þarf... Andar hann. Ég get ekki svaraði. það Þetta ljósmynd var það. svo steikt. Þetta er samt hljómar sjúklega vel, maður. Þetta bara, getur skoðað þetta á ljósmyndinni. Vá, þú veist, ég er náttúrulega búin að vera einangurinn, þú hittir hann kort. Já, en bara farið niður í Þótt Þorgríms, Ármóla 29, það er, sko, Ármólinn magnað. byggðist utanum Þótt Þorgríms, Mhm. áður en það náði að kjöregn. Já. Herru, gott CBD, það er hinn sponsorinn, Já, það er bæði vefverslun og í kjötheimum, þeir eru upp í Urriðaholtsstræti 16, þær eru opið milli 12 og 17. Það eru svona ungir graðir 20 ára menn að vinna þar, þeir detta á kvöldin og drekka nokkó til miðnettis, þannig að þeir sofa lengi, en það er opnað fyrst klukkan 12. Það er gríðalegt úrvala alls konar. Þeir eru í þvílíku stuði sann, sko. Þeir eru alveg helbrúni með Geggjað. demanta í eirónum, þetta eru svaka gær. Já. Þeir eru með alls konar vörur tengt hampi, CBD, olía, krem, smisl, CBD, weed, stílar, ekki stílar. Snirtivörur, fræ og getur lengi haldið áfram. Ég mæli mig að tekja á því Já. og þá er tilvæglega að nota afslátt á kóðan Þvottahúsið með litlum stöðum sem gefur 15% afslátt. Ef þið eru loaded og þurfið ekkert að nota einhverja afsláttakóða eins og eitthvað alþýðu hiski, þá farið þið bara í Hagkaup, þar er þetta að fá oljuna og slatt af apotekum. Þið getur farið inn á gott CBD og þar finnið þið haug á útsölustöðum og þeim fer bara fjölgandi. Það er bara svoleiðis. Ótrúleg stöf. Ótrúlegt stöf. Kvölds og mótna.
En við ætlum að segja takk fyrir að koma til okkar og við ætlum að leysa það út með gjöfum. Þetta frá Þórni Þorgríms, þetta eru glasamottur úr korki, megi korkurinn vera með þér ávallt. Þetta handaburður og varasalvi stút fullt af CBD. Þetta ekki stíll, þetta varasalvi. Þetta algjört kraftaverka þessi handaburður. Það tekur kulda exem og allt og getur það í sig sko. Þú sér það aldrei aftur sko. Ég stil að prófa þetta. Já, takk fyrir að koma til okkar og farið inn í sjálfsmyldina og hugsaðu vel þig. Takk fyrir. Takk. Gerið það sömuleiðis. Takk. Yndislegt. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, og kúl. Þórgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins.